Góðan daginn, gott fólk. Býð ykkur velkomin hér til 15. fundar sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar. Við erum stödd hér í Stórutjarnaskóla í Ljósavatnsskarði. Fyrsti fundur okkur hér. Áður en að við göngum til dagskrár, við kanna hvort að ykkur athugasemdir við fundarboð. Svo virðist ekki vera. Svo við göngum þá til dagskrár. Á dagskránni í dag eru 12 dagskrárliðir og fyrsti liður á dagskrá er umfjöllun gjaldskrá úrgangsmála í Þingeyjarsveit. Nú eins og fram hefur komið í fréttum og víðar þá eru lagabreytingar síðustu áramót sem að gera það að verkum að það verða töluverðar breytingar á svona flokkun sorps og meðhöndlun. Og Þingeyjarsveit er mjög vel í stakk búin til að taka við þessum breytingum þar sem við höfum verið með þetta 3 tunnu flokkunarkerfi og í rauninni verður eina breytingin hjá íbúum Þingeyjarsveitar sú að það bætist við 4. ílátið sem verður það trúlega ofan í sem auka ílát í almennu sorptunnunni undir lífrænan úrgang þar sem ekki er lengur heimilt að urða hann. Það hefur ekki alveg tekist að klára útfærslu gjaldskrárinnar þannig að ég legg til að við frestum endanlegri útfærslu á gjaldskráni þar til á aukafundi sveitarstjórnar í næstu viku. En orðið er laust. Jóna, gerðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Það er auðvitað að mörgu hyggja í þessum gjaldskrámálum og mikla breytingar framundan. Ég held að sé líka bara rétt að halda því til haga að einmitt eins og þú sagðir að við höfum verið í býsna góðum málum og það var auðvitað mikið bylting þegar við tókum upp þetta flokkunarkerfi fyrir í 3 tunnum og mikil ánægja og flokkun hefur gengið vel. Það að bæta við þessari lífrænu söfnun þar sem þörf er á verður auðvitað til þess að það er þróunartækifæri framundan og raunverulega tækifæri til þess að endurskoða málaflokkinn í heild sinni. Og ég tel rétt að við nýtum þennan breytingafasa til þess að endurskoða þetta svolítið og leita kannski liðsinnis okkur öflugu umhverfisnefndar til að vinna þessi mál áfram. Auðvitað er það ljóst að þetta er mjög dýr málaflokkur eða svona hefur reynst mörgum sveitafélögum það en svona bara í ljósi aðstæðna þá held ég að sé samt tækifæri til þess að til dæmis bara þegar við tökum lífræna sorpið úr almenna sorpinu þá minnkar það umtalsvert og það er það sem er dýrt í dag að urða sorp og verður alltaf og mun alltaf verða miklu dýrara. Þannig að þarna eru svona tækifæri til skoðunar. Ég held að sé svo sem ekki fleiri í bili. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, annars bara takk Jóna, ég tek undir bara hvert orð sem að kom fram hjá þér og það eru bara ýmis tækifæri framundan. En þá óska ég eftir samþykki sveitarstjórnar að fresta þessum lið endanlega útfærslu gjaldskrár til næsta fundar og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skefið merki. Takk fyrir það, þá er það samþykkt samhljóða. Næsti liður á dagskrá er umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra. Það sem að óskað er eftir lögð fram beiðni sýslumannsembættisins umsögn vegna útgáfu tækifærisleyfis vegna þorrablóts í Skjólbrekku 21. janúar. Og þeir sem geta samþykkt eða gera ekki athugasemdir, vinsamlega gefið merki það. Það er samþykkt samhljóða. 3. liður er samskonar liður þar sem að óskað er eftir umsögn frá sýslumanni vegna þorrablóts á Stórutjörnum 28. janúar 2023. Og eru einhverja athugasemdir við það? Svo er ekki, þannig að sveitarstjórn samþykkir samhljóða báðar þessar umsagnarbeiðnir undir lið 2 og 3. Næsta dagskrá er erindisbréf nefnda og það eru dagskráliðir frá 4 og upp í 8.
Erindisbréfin hafa farið fyrir nefndirnar og verið gerðar á þeim breytingar samkvæmt óskum nefnda og hafa verið yfir farnar. Það eru örlitlar þó svona, breytingar sem við þurfum að fjalla áður en við getum staðfest, en við skulum bara byrja á erindisbréfi fræðslu- og velferðarnefndar, að það var bent á að þar væri stangaðist á fundarboðun og ef þú myndir kannski bara birta þarna bókunina Hrói þar sem ég sé þá hvað það er sem að þarf að breyta í því bréfi. Já, það er þarna. Það semst í 12. grein, annarri málsgrein kemur fram að þarf að breyta að í stað orðsins sólarhrings fyrirvara, þetta er varðandi fundarboðun, að þá verði fundarboðun með 2 sólarhringa fyrirvara og það er semst búið að leiðrétta þetta misræmi sem að framkemur þarna á milli kafla. Og viðbót við 1. grein, 1. málsgrein 10. greinar, þar sem stendur, nefndamaður skal víkja að fundi og kalla til varamann sinn, þar bætist við ef þörf krefur. Þetta eru breytingar sem þarf að gera á öllum erindisbréfunum. Orðið er laust. Jóna, gjör svo vel. Já, oddviti, eins og kemur fram að þá eru þetta breytingar sem eru sameiginlegar öllu erindisbréfunum og gæti það misræmis í boðun og það sé rétt að það sé 2 sólarhringa fyrirvari. Annað til skýringa á þessari málsgrein sem við erum að laga, það sem nefndamaður skal víkja fundi, það er vegna vanhæfis, en og þá er opnum fyrir það að ef að það er engin ágreiningur upp í nefndunum, það þurfi kannski ekki að kalla inn varamenn í hvert einasta sinn, heldur sé það kostur ef að þörf er á að leysa einhver mál. En það sé eðlilegt að reyna að hafa þetta samræmt á milli alla nefndana. Vilja fleiri taka til máls? Svo er ekki, en þetta er samsett eins og ég sagði áðan, breyting sem þarf að gera þá á öllum erindisbréfunum, bara yfirsjón í yfirlestri. En að öðru leyti legg ég til að erindisbréf fræðslu- og velferðarnefndar verði staðfest með þessum áorðnu breytingum. Og þeir sem geta staðfest vinsamlega skrifið merki það og það er samþykkt samhljóða. 5. liður er erindisbréf atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Ég legg til að það bréf verði samþykkt með áorðnum breytingum þeim sömu og voru gerðar á erindisbréfi fræðslunefndar hér á undan. Og þeir sem geta samþykkt það, takk fyrir það, allir samþykkir því. 7. dagskrárliður, það er erindisbréf umhverfisnefndar. Það er lagt til að erindisbréfið verði samþykkt með áorðnum breytingum sem eru þær sömu og í fyrrnefndum erindisbréfum, þeir sem geta samþykkt. Og það er samþykkt samhljóða. Erindisbréf íþrótta- og tómstundanefndar. Þar er lagt til að það erindisbréf verði samþykkt með áorðnum breytingum eins og fyrri erindisbréf að því viðbættu að við 8. tölulið 3. greinar bætist við undir formerkjum heilsueflandi samfélags. Það er semst eitt af hlutverkum nefndarinnar. Þau eru talin þarna upp og þau falla öll undir verkefnið heilsueflandi samfélag og það er það sem bætist við þennan 8. tölulið. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega gefið merki. Má bjóða ykkur að taka til orðs? Já. Gjörið þið svo vel. Jóna? Já, oddviti, við Ragnhildur vorum að ræða á milli okkar bara núna undir orðum oddvita hvort að eigi ennþá eftir að bæta inn menningu í titil erindibréfsins eða hvort að við ætlum að, og það spurning hvort að Ragnhildur ætla að bæta við. Já, akkurat. Já,
oddviti, ég sé að þú ert komið með það þarna hjá þér, þannig að þetta bara allt í góðum höndum. Þannig að takk. Takk fyrir það. Það var einmitt ein breytingin sem að Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd var búin að óska eftir. Að það var einmitt að það vantaði menningarþáttinn í fyrirsögn erindisbréfsins og það er komið inn samsagt núna. En þeir samsagt sem geta staðfest erindisbréf Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar með þessum áorðnu breytingum vinsamlega gefið merki. Takk fyrir það. Það er samþykkt samhljóða. 8. dagskrárliður, það er erindisbréf skipulagsnefndar. Þar er lagt til að erindisbréf skipulagsnefndar verði samþykkt með áorðnum breytingum eins og í fyrir erindisbréfum. Fyrir utan Íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar, þar bættist við þarna inn athugasemd. Þeir sem geta staðfest það, vinsamlega gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Er það rétt að ég hafa hlaupið yfir erindisbréf umhverfisnefndar? Nei. Þannig þá höfum við staðfest erindisbréf allra fastanefnda sveitarstjórnar, þinga eða sveitar. Nú, 9. liður á dagskráni í dag, það er erindi viðbótarframlög til kaupa á íbúðum á Lautavegi 10 á Laugum. Vilt þú taka það, Jón Hrói, sem framkvæmdastjóri leigufélags? Þú meinar? Jón Hrói víkur að fundi, hann er framkvæmdastjóri leigufélagsins. Erindið er semst frá framkvæmdastjóra leigu íbúða Þingeyjarsveitar, HSS, þar sem óskað eftir afstöðu sveitarstjórnar til þess að félagið kaupi 2 íbúðir í 4-býlishúsi við Lautavegi 10 á Laugum í stað þess að byggja íbúðir við Víðigerði á Háralegg, eða við Háralegg. Íbúðirnar við Lautaveg eru nokkru stærri en það sem vilyrði hafa fengist fyrir og því myndi breytingin kalla á hækkun stofnframlaga sveitarfélagsins þar sem stofnframlög ríkisins miðast við upphaflega kostnaðaráætlun og gerður fyrirvari samþykki stjórnar leigu íbúða Þingeyjarsveitar fyrir breytingunni. Nú, orðið er laust. Einhver Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, oddviti og getur fundamenn. Þetta er auðvitað mjög mikilvægt að við náum að nýta stofnfjárframlagið en hins vegar að þá auðvitað myndi ég nú telja það rétt að breyta inngangnum úr því að það er sem sagt lögfram tillaga, hvað voru við? Já, sem sagt að þær verði keyptar í stað þess að verði byggt við Víðigerði. Við erum auðvitað ekki hætt við að byggja við Víðigerði og það náttúrulega háttar þannig til í okkar sveitarfélagi núna. Við eigum gríðarlega mikil og góð tækifæri. Það er mikil ásókn bæði á fræðasetrum, sérfræðistörfum og alls konar atvinnuuppbyggingu innan sveitarfélagsins og það sem að stendur okkur fyrir þrifum í því að geta mætt því og kalla fleiri störf og fleira fólkin í sveitarfélagið okkar er húsnæðisskortur. Þannig að ég held að sveitarstjórn sé nú öll sammála það, við þurfum að gera býsna gangskör að þessu. Þannig að ég myndi vilja sjá þessum inngangi breytt þannig að þetta væri sem sagt, ekki í stað heldur að það kemur þá fram að hitt væri frestun og við sækjum þá framlög til þess að verði byggt við Víðigerði þó svo að það verði ekki strax. Takk fyrir. Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, bara að fylgja eftir þessu sem Árni Pétur er að segja, með þessu er alls ekki hugmyndin að hverfa frá uppbyggingu íbúða á Víðigerðissvæðinu. Heldur erum við þarna að horfa til þess að nýta þau framlög sem við höfum lofað fyrir nú þegar og ekki síst að flýta uppbyggingu íbúða í sveitarfélaginu. Samhliða þessu eru síðan lofað sem eru við upp í Mývatnssveit og þar þurfum við að hraða uppbyggingu og það kemur kannski annar liður inn á það hér og eftir, en bara ítreka það að þetta er alls ekki hugsunin að hverfa frá áframhaldandi íbúðabyggingum í Víðigerði. Og það er mjög mikilvægt að við skilum inn umsókn inn í almenna kerfið stofnframlög þangað. Takk.
fleiri sem vilja taka til máls? Og svo ekki. Ég tek undir orð þeirra beggja að það stóð aldrei til að hætta við byggingu íbúða við Víðigerði. Heldur erum við þarna svona grípa tækifæri. Það eru þarna 2 íbúðir í húsi við Lautaveg sem munu verða tilbúnar í júlí. Og þarna sjáum við okkur svona leika á borði með það að flýta þessari íbúðuppbyggingu. Og ég vil leggja til að, að í bókun komi fram að sveitarstjórn leggur áherslu á að áfram verði stefnt að byggingu íbúða í Víðigerði og sótt ný stofnframlög þar. Annars tekur sveitarstjórn jákvætt í breytinguna og lýsir vilja til að hækka stofnframlag sveitarfélagsins vegna hennar og gerður fyrirvari samþykkt sveitarstjórnar fyrir endanlegri fjárhæð stofnframlaga ef að breytingunni verður. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun minnsalegast gefið merki. Takk fyrir það, þá telst það samþykkt. Jón Hrói, þér óhætt að mæta aftur til fundar. Og þá höldum við áfram með dagskrána og það 10. liður á dagskrá í dag. Það samningur sameiginlegt umdæmisráð barnaverndar á landsvísu sem að sveitarstjórn hefur tekið fyrir áður en ástæða þess að það verið að taka það fyrir aftur hér í dag sú að það var sem sagt komið fram breytingatillögur við upphaflegan samning. Voru gerðar breytingar á upphaflegan samningi sem að sveitarstjórn var búin að samþykkja og þessar breytingatillögur voru gerðar af hendi valnefndar umdæmisráðs. Sveitarstjórn Þingeyjar sveitar vildi halda sig við fyrri samning en niðurstaða flestra annarra aðilda sveitarfélaga var að samþykkja tillögu valnefndar sem þar af leiðandi verður lögð til grundvallar samstarfi rekstur umdæmisráðs. Þannig að ég lagt til að við sveitarstjórn að þessi tillaga valnefndar verði samþykkt hér og veiti sveitarstjóra heimild til undirritunar samningsins. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki eða einhver sem vil taka til máls undir þessa lið? Nei, svo ekki. Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið það merki. Það samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá í dag, það erindi frá BH Bygg hf varðandi íbúðir á lóðinni Klapparhraun 9 í Reykjahlíð. Og hér lagt fram erindi frá BH Bygg frá 3. janúar, þar sem að Þingeyjarsveit eru boðnar til kaups 200 til 120 fermetra íbúðir í óbyggðu raðhúsi á lóðinni Klapparhraun 9. Orðið laust. Árni Pétur. Já, í ljósi þess, oddviti, ágæti fundarmenn, í ljósi þess sem var í umræðinu áðan, ég tel það að það sé mjög mikilvægt fyrir sveitarfélagið að við nýtum öll tækifæri sem við getum til íbúða uppbyggingar. Þannig að við ættum, held ég, að skoða málið betur og ég geri það tillögu minni, ég held að Knútur Emil sé sá sem að þekkir þessi mál best, þannig að ég geri það tillögu minni og honum verði falið að eiga samræður við þessa aðila það hvort að þetta sé eitthvað sem að geti verið gott og sniðugt fyrir sveitarfélagið. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Og svo ekki. Þá lagt til að sveitarstjórn lýsi áhugaði skoða máli frekar og feli Knúti Emil Jónasinni að fylgja málun eftir. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Takk fyrir það. Það samþykkt samhljóða. Síðasti liður á dagskrá fundarins í dag fundargerð fræðslu og velferðarnefndar frá 14. desember og skal eftir staðfestingu sveitarstjórnar. Þar annar liður
á fundi fræðslunefndar. Þar var fjallað erindir frá foreldrum nemenda á unglingastigi í Reykjahlíðaskóla. Orðið laust ef einhver vill tjá sig það. Já, Arnór, gjör svo vel. Aðdragandann. Já, aðeins að kannski fara betur yfir aðdragandann og bókun. Þetta erindi frá foreldrum nemenda á unglingastigi í Reykjahlíðaskóla sem að hafa áhyggjur af félagslegri stöðu sinna barna. Þau eru ekki nema 5 börnin þarna á unglingastigi og eru að kalla eftir aðgerðum til þess að svona bæta aðstöðu barnanna og hugsanlega með aðgerðum í samvinnu á milli skóla í sveitarfélaginu. Nú fræðslunefnd bókar á sínum fundi skilur áhyggjur foreldra vegna fámennis og félagslegrar veljiðunar nemenda á unglingastigi í Reykjahlíðaskóla og starfsmanni nefndarinnar eða verkefnastjóra var falið að eiga samtal við skólastjóra beggja skóla, Þingeyjar og Reykjahlíðar með það að leiðarljósi að samstarf og unglingastigi verði aukið. Jafnframt var lagt til að stofnaður yrði starfshópur og til þess að, nei, var það ekki lagt til? Nei, fyrirgeðu, já. Skólastjórum væri falið að koma með hugmyndir og útfærslu að auknu samstarfi. Þetta við tökum undir áhyggjur fræðslunefndar en ég gef orðið laust. Arnór, gjör svo vel. Já, þetta skemmtilegt mál og ber auðvitað fyrst að fagna frumkvæði foreldra með því að senda fræðslunefnd þetta ágæta bréf í nóvember og svo málið auðvitað þannig að hátíðar hefur nokkur vinna átt sér stað í samtali þessara 2 stofnana sem ræðir hér og embættismanna og foreldra þannig að málið talsvert þroskað. Það sem við þurfum hins vegar að gera núna kannski að formgera það, þannig að stjórnsýslulega sé rétt að öllu farið og ég myndi leggja til að við settum saman starfshóp til þess að vinna málið áfram og hann þarf ekkert mikinn tíma. Við getum unnið þetta hratt. Þetta auðvitað tilraunaverkefni sem við erum að fara hér í og verðum að horfa á það þannig en það eru ákveðnir þættir sem þarf að skoða, bæði faglegir og fjárhagslegir og félagslegir og samfélagslegir. Þannig að þetta ekkert svona eitthvað sem gert bara allt í einu en við reynum að hraða okkur og ég held að starfshópurinn vegna þeirra vinnu sem áður hefur átt sér stað eins og ég sagði, þurfi ekkert mikinn tíma til þess að ljúka verkum sín. Þannig að ég held að þetta sé bara hið besta mál og pössum okkur bara að formgera þessa aðgerð með réttum hætti. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Svo ekki, ég tek bara undir orð Arnórs, þetta hið besta mál og ég held að legg til að sveitarstjórn skipi hér með starfshóp sem þá tilbúin til þess að vinna verkefni hratt og vel og til viðbótar við skólastjóra, umsjónarkennar unglingastigs í Reykjahlíðaskóla og teymistjóra unglingastigs í Þingeyjaskóla verði fulltrúar sveitarstjórnar Arnór og Eygló, starfsmenn eða taki þátt í vinnu starfshópsins og að hann verði skili af sér í næstu viku eða fyrir aukafund sveitarstjórnar sem haldin verður í næstu viku. Þannig að hér þarf að hafa hraðar hendur og þar með legg ég til þessa skipun starfshópsins og þeir sem geta samþykkt hana vinsalegast gefið merki. Takk fyrir það. Þá það afgreitt. Að öðru leyti fundargerð fræðslu og velferðarnefndar óskað eftir að sveitarstjórn staðfesti hana að öðru leyti.
þau sem geta gert það, gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá er dagskráin tæmd í dag og ég þakka ykkur fyrir fundinn og segi fundi slítið.